Komið sæl og velkomin í Spursmál eftir allnokkuð sumarfrí sem við tókum okkur hér. Hér passað upp á orlofsdaga starfsfólks en ekki hvað. Það er hins vegar margt gengið á í íslensku samfélagi síðustu vikurnar og við þurfum auðvitað að fara yfir þá stöðu og ætlum að gera það með góðum gestum hér á eftir, þeim Sigríði Andersen fyrir dómsmálaráðherra og Stefáni Pálssyni varaborgarfulltrúa og sagnfræðingi. Það verður að nóg að taka. Eitt af þeim málum sem hafa vakið hvað mesta athygli hnútukast milli ríkissaksóknara og vararíkissaksóknara og menn deila beinlínis það núna hvort að hann sé undirmaður ríkissaksóknara eða ekki, þar sé Helgi Magnús Gunnarsson. Það virðist vera eins og að ríkissaksóknarinn vilji losna við Helga Magnús vegna ummæla sem hann lét falla innflytjendur og þetta eitt af þeim málum sem við ætlum að taka fyrir hér á eftir og spyrja meðal annars fyrir dómsmálaráðherra út í það hvernig hún hefði höndlað þetta mál ef að það hefði komið inn á hennar borð. En svo eitt furðumál komið upp sem að tengist kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma. Þar virðast menn hafa mist kúlið, ef að leyfa okkur að segja það, og hafa tekið nafnið til endurskoðunar eða breytinga. Núna má þetta ekki lengur heita kirkjugarður og það líka búið að taka krossinn úr merki fyrirtækisins. Biskupinn yfir Íslandi sem verður vígður innan skamms við hátíðlega athöfn í Hallgrímskirkju hefur lagt orð í belg og sagði að henni litist bara vel á nýja lógóið. Það er að segja merkið sem að tók við á krossinum. Nú verðum við eiginlega að fá skýringar á því hvort að biskupinn yfir Íslandi telji að krossin sé eins og hvert annað lógó. Lógós hugtaki í grísku sem að hún þekkir vel úr Jóhannesarguðspjalli. Ég held að það tengist þessu mál ekki neitt. Hvað á svo að kalla þessa garða? Það mennur að velta fyrir sig hvort að hægt sé að kalla þetta minningareiti eða grafreiti. Það flækir dálítið málið að lögin þessi mál. Þau taka þessi hugtök undir annað en akkurat þetta. En einn gárungurinn, hann kom með þá, sennilega gölnu hugmynd að réttast væri að kalla þessa garða Búkarest. Ég hef ekki fleiri orð það. En svo erum við með stjórnmála ástandið á Íslandi. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, kemur hérna til mín í seinni hluta þáttarins og við ætlum að ræða málefni borgarinnar. Það af ýmsu að taka mörg stór mál sem eru eiginlega efst á baugi í íslensku samfélagi þessar mundir. En svo það pólitíkin á landsmálasviðinu. Sumir halda því fram að núna séum við að fara inn í eins konar kosningavetur og ég held að ég geti tekið undir það, jafnvel þó að ekki þurfa að boða til kosninga fyrr en í september á næsta ári. Pólitíkin farin að bera þess merki að það sé farið að styttast í kosningar. Ráðherrar lofa öllu fögru og útgjöldum hist og her og það átaka ástand á milli stjórnarflokkana. Það ekki ósannlegt að Svandís Svavarsdóttir taki við sem næsti formaður VG á fundi í flokknum í haust og hún hefur sagt að taka þurfi flokkinn lengra til vinstri og það hefur reyndar sitjandi formaður líka gert. Þetta verður allt mjög spennandi og það eru forréttindi að fá að stýra spursmálum í þessu ástandi. Það verður að nóg að taka og fullt af góðum gestum sem við munum fá hingað til okkar í haust. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Frisco, 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 frisco. Frisco, 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 frisco. Nóa Kropp, brakandi snilld. Þá þið komin hingað til mín í hádegismóana, Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi og Sigríður Andersen fyrir dómsmálaráðherra og alþingismaður, lögmaður og fleira. Velkomin, bæði á svæðið á þessu góða föstudegi. Komið ekki vel undan sumri? Jú. Við erum bara ágætlega brún, sé ég hérna bæði og það nú bara svona mælikvarðin sem mann hefur. Þetta ekki bara meik? Nei. Og þetta bara íslenska sumarið hjá mér, sko. Já. Þú nú mikið út fyrir lofti að leysa í að ferðamönnum og svona? Já, það svo sem aðalega Íslendingum en svo þetta bara arfgerðin þannig að ég þarf bara rétt að reka nefið undir bert loft og þá ég orðinn súkkulaðibrúnn. Það heppilegt í þessu sumri. Já, ekki neitt mjólkursúkkulaði, sko. Nei. Ég segi líka bara að ég get alveg þolað frekar leiðinleg sumur ef maður fær almennilegt haust. Það miklu mikilvægara í þessu landi og ég hef fulla trú á að við séum að fara að fá dálítið gott haust. Það þessi hugsunarháttur sem hefur komið okkur í gegnum 1000 ár af einsemd hér á þessari eyju, held ég. En það að nóg að taka úr fréttum, sumarið hefur auðvitað verið fullt af fréttum. Mér langar til að beina sjónum hér að nokkrum málum og veit að þið hafið nú líka skoðanir á því hvað hæstu borið.
það eru þessi átök milli ríkissaksóknara og vararíkissaksóknara sem að nú einhvern veginn eru bara, já þetta háð fyrir opnum tjöldum. Sigríður, þú varst dómsmálaráðherra. Það deilt það hver geti ráðið og rekið vararíkissaksóknara. Getur þú útskýrt fyrir okkur hvernig þetta virkar? Nei, í sjálfu sér ekki og þetta hefur verið í fjölmiðlum en kannski ekki alveg rekið þannig fyrir opnum tjöldum að maður hafi allar upplýsingar fyrirliggjandi en þó liggur það fyrir að vararíkissaksóknara hafi verið veitt einhver áminning fyrir einhverjum árum sem að dómsmálaráðherra lagði blessun sín yfir þannig að það er nú eitthvað vísbending það hvar valdið liggur í þessu og ég held það liggi nú frekar hjá ráðherranum af því að hann auðvitað skipar vararíkissaksóknara. Þannig að þetta er svona, bara áhugavert mál fyrir þá sem hafa áhuga okkur svona stjórnsýslu sem getur nú verið leiðileg. En það vantar að sá sem skipar manni sem getur ráðið hann líka. Sem getur losað sig við hann líka, og það þarf auðvitað að fara eftir reglum í starfsmannalögum, lögum opinberra starfsmenn, rétt og skyldur opinberra starfsmanna heita þau, en þó þarf líka að hafa í huga ákveðin svona sér ákvæði bæði í lögum og svona meginreglur laga sjálfstæði ákæruvaldsins og menn þurfa stundum bara að bíta í það súra epli ef að menn vilja hafa þetta sjálfstæði og svona menn þurfa að fara mun varlegar í það að víkja mönnum úr embætti. Það þurfa að koma eitthvað mjög mikið til í þeim komið til þess, ég menn það auðvitað ekki útilokað og það getur auðvitað aldrei verið útilokað og það ekki útilokað eins og með dómara að víkja þeim úr starfi, það þarf auðvitað að koma mikið til. Við höfum dæmi. Þannig, já, við höfum dæmi það. Þannig að það er ekki útilokað, svo síðan spurningin bara hvort í þessu máli hvort að málið sé þannig vaxið. Þetta lítur að ummælum sem að Helgi Magnús lét falla sem að tengjast reyndar hans persónulegu málum þar sem að flóttamaður sem að hingað kom og fékk vernd hefur terroriserað hans fjölskyldu. Svo fer Helgi Magnús að tjá sig þetta og ræðir kannski afleiðingar af flóttamannavandanum í almennt. Já, í svona með breiðari strókum. Hvað segir þú, Stefán, gekk saksóknari of langt með þeirri framgöngu? Sko, í fyrsta lagi maður svona pínulítið hissa, einmitt svo maður taki aftur upp þráðinn með þetta stjórnskipulega mála. Ég meina, í þessu tilviki þá snýst ekki einu sinni að það sé verið að segja honum upp störfum. Það er verið að setja hann tímabundið til hliðar og maður hélt einhvern veginn að það væri svona mildari aðgerð sem kallaði kannski ekki á sömu ferla og ef starfslok eða eitthvað slíkt væri að ræða. Ég held að það hljóti nú allir að hafa í svona allnokkra samúð með því að maður sem hefur upplifað svona árás á sig og sína fjölskyldu að honum sé heitt í hamsi en við höfum líka séð það. Ég á alveg vini sem að hafa starfað við dómstóla eða saksóknaraembætti. Það fólk, þó að það sé kannski orðhákar í persónulegri viðkynningu, þá passa menn sér ofboðslega mikið á því hvað menn setja á netið. Það verið að draga það fram í dómsmálum af slíkum lögfræðingum, hvort að menn hafi verið að splæsa þumli á Facebook-status eða komment, svo ekki sé annað. Þannig að besta leiðin er bara að bíta í tungun á sér. En nú hefur Helgi Magnús komið fram í fjölmiðlum og rætt þessi ummæli sín og hann hefur reyndar haldið fram að sér beri einhvers konar skylda til þess að upplýsa almenning mál sem að hann hafi vitneskju vegna sinna starfa, að þarna sé að myndast eitthvað ástand hjá tilteknum hópum innflytjenda. Það sem að löggjafinn eða lögregla og saksóknaraembætti ráði illa við stöðunorðið. Er það rangt metið? Hver getur upplýst almenning ef það er ekki þessi sömu aðlar? Já, svo alveg rétt bara líka Nikki, svo ég haldi áfram með það sem að Stefán nefna, að þetta varðar það að víkjunum til hliðar vegna þess að það barst kæra vegna ummælana. Og þannig að það er svona sjálfstætt kannski álitaefni hvort að það eigi alltaf að nægja einhver kæri embættismenn fyrir hitt og þetta og þá þurfum þeir að stíga til hliðar. En hitt er líka það sem hún nefnir að ég held að flestir sé nú sammála það
menn þurfi í þessari stöðu, þeir sem gegna þessum stöðum að tala varlega. En það má að mínum mati ekki verða til þess að einmitt þeir sem að hafi þessa innsýn sem að aðrir hafa ekki, að þeir veigri sér við að koma á framfæri eða taka þátt í umræðunni. Það hefur oft verið fundið að því til dæmis að dómarar tjái sig ekki meira álitaefni, auðvitað er það meginreglan að dómarar tjá sig bara með dómunum og það væri auðvitað mjög vont ef dómarar færu eftir að dómur fallin að fara að tjá sig eitthvað frekar málin. Það má auðvitað ekki verða. En það má heldur ekki vera þannig að menn í þessari stöðu liggi á liði sínu þegar kemur að því að útskýra kannski, ef það eru vankantar, menn sjá einhver annmarka á lögum og reglum eða einhverju þróun, að þá komi þetta ekki fram frá þessum sem að best þekkja til. Auðvitað er að fara ýmsar leiðir í því annað en að tjá sig á Facebook og með ummælum sem fyrirfram má vita stuðar einhverja sko. Það er að fara ýmsar leiðir í því en einhvers staðar er þessi lína, hún er bara örþunn en menn þurfa að geta greint hana sko, einhverjum hætti. Og svo kannski sveiflast þetta frá tíma, það sem kannski hefði verið allt í lagi að láta út úr sér og verður einhvern tímann áður og verður kannski allt í lagi að gera eftir nokkur ár. Kannski er óhefnileg akkurat núna, þannig að þarna bara reynir á dómgreind hvers og einn sem er í þessum embættum. Nú reynir á dómgreind flokkssýsluðinnar og Nú reynir á dómsmálaráðherra að ég veit það ekki. Hvað myndir þú gera? Já, mér finnst nú þessi ummæli sérstaklega ef það er rétt, ef ég hef öll þessu ummæli sem hafa verið á floti úr einhverju blaðaviðtali, mér finnst þau nú ekki vera þess eðlis að þau gefi tilefni til einhverja stórkostlegra aðgerða að víkja viðkomandi en það liggur auðvitað bara fyrir kæra og til lögreglu og hendur vararíkisins og þá auðvitað það sem gerist þá í rauninni er auðvitað að lögreglan er öll vanhæf einhvern veginn til þess að kljást við hana, það þarf að skipa þá einhvern ad hoc lögreglustjóra í því til þess að afgreiða það mál sko. Þannig að það liðkar ekkert fyrir málinu þótt að vararíkissaksóknari hverfi frá, allt að einu eru eftir fullt af vanhæfi sjónarmiðum sem þarf að taka tillit til. Svo sem að líka í tengslum við þetta, svona að hnútuköstin milli vararíkissaksóknarans og yfirríkissaksóknarans eru orðin þannig að þarna svona virðist man nú vera bara komið í bara mjög erfitt ástand á vinnustað. Það eitt og sér. Hvor á að víkja í þeim aðstæðum? Ég er ekki augljóst að annaðhvort er að verður að víkja. Stundum þar líka bara að þegar þannig staða kemur upp að þá þarf stundum bara að höggva á hnúta þó að það sé ekkit að öllu leyti alltaf sanngjarnt að því að manni finnst. En er það ekki svona eðlis ólíkt þegar þú ert með ákæruvaldið? Þú heggur ekki á hnúta í Hæstarétti með því að henda út 2-3 dómurum sem eru leiðilegir á vinnustaðnum? Einhverju myndi vilja gera það. Að hafa hugsað það í gegnum tíðina. Já. Nei, þetta er áhugavert og þetta blandast inn í pólitíkina inn á haustið. Já, og líka sérstaklega hvað þetta hefur tekið langan tíma. Einmitt, af því að það að víkja einhverjum tímabundi til hliðar er einmitt hugsað sem tímabundin aðgerð. Og það er einhvern veginn eitthvað sem að gengur ekkit upp ef að menn ætla að vera í 2-3 mánuði að sparka því á undan sér. Hver er staða starfsmannsins akkúrat núna? Svo er þetta líka kannski tilefni til þess að menn velti aðeins fyrir sér hvort að menn séu komnir svolítið fram úr sér í þessum heilagleika að stofnanir eða einhverjir tilteknir embættismenn séu svo sjálfstæðir að það megi bara ekki anda á þá bara yfir höfuð sko og menn séu bara æviráðnir og það hefur engin völd til þess að grípa inn í þetta hefur svolítið verið umræðan í dómstólunum og menn hafa veigrað sér mjög einhvern veginn að hafa kjörnir fulltrúar að hafa skoðanir á einhverju sem gerist í stjórnsýslu dómstólana. Þetta var allmest þegar dómstólasýslan var stofnuð, það var svona hálfgerðir óþökk dómara sko, sem fannst einhvern veginn vera að stíga inn á þeirra svið. Þannig að ég held að þetta sé bara ágætis áminning það að mínum mati er það þannig, já, að mínum mati er það þannig að það geta ekki verið þannig að það sé hérna einhvern veginn í stjórnkerfinu öllu saman, einhverjir einstaklingar eða stofnanir sem séu svo ofboðslega sjálfstæðar
að þær hafi ekki aðhald neinstæða frá. Það er auðvitað ekki þannig og þrískipting ríkisvaldsins, hún gengur einmitt út á það að hver þáttur hafi eftirlit með hinum sko. Og þar er engin undanskil. Veiti aðhald og það sé jafnvægi á þessu. En þetta hefur svolítið verið hræðsla margra við þetta. Pólitíkin hefur tekið óvæntar beygjur líka að undanförnu inn á þinn vinnustað niðri í Ráðhúsi Reykjavíkur. Það er bara hver fréttin á fætur annari að þessari orlofsgreiðslu til Dags B. Eggertssonar. Er þetta eitthvað sem að þið borgarfulltrúarnir kvittið upp á með galtóman borgarsjóð? Ég var aðalega fyrst og fremst undrandi vegna þess að sko, vissulega er borgarstjóri er tæknilega séð framkvæmdastjóri sveitarfélags. En raunin hefur hins vegar verið svo að í Reykjavík þá hafa menn alltaf og svona lengst af litið svo á að þetta sé 100% pólitískt starf. Þannig að ég bara hálfpartinn svona gaf mér það að þarna væri borgarstjóri bara meðhöndlaður eins og ráðherrar, eins og alþingismenn, eins og aðrir borgarfulltrúar, þar sem að þú ert ekkert með einhvern tiltekinn fjölda orlofsdaga, menn eru á föstum launum og svo smeygja menn inn sínum fríum bara eftir því sem að gengur upp með að við vinnu og störf og eru í rauninni alltaf í vinnunni. Þannig að ég var hissa og það er náttúrulega líka heyrir maður þetta og það sem oft gerist. Maður heyrir það að til dæmis í gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni að þau benda á að kerfið hafi sé miklu duglegra við það með fólki á gólfinu. Að hnippa í það og segja, heyrðu nei, þú getur ekki fært hérna orlofið svona og svona fram í tíman. Svo slakni mjög á þessu þegar kemur að millistjórnendum eða stjórnendum einstakra starfsstöðva borgarinnar að þá er einhvern veginn önnur lögmál og svo enn önnur lögmál þegar komir inn í Ráðhúsið. Þetta er náttúrulega ekki góður bragur. En þetta er reyndar ekki alveg rétt nákvæmt sem að Stefán nefnir að, sko ég veit það eins og til dæmis ráðherrar, það er reiknað með tilteknum sumarfrísdögum þeirra og það haldið utan það bókhald að menn nýti það. Ég svo sem þekki það ekki hvort það er ýtt á menn að nýta það og hvernig það er þá gert upp. En auðvitað er þetta einhver þvæla. Ég meina fólk í þessari stöðu og þessum stöðum, það auðvitað bara tekur sér frí eins og sko, það er á háum launum. Það er engin stimpilklukka. Nei, það er engin stimpilklukka og þegar menn fari frí þá eru menn alltaf að vinna og jafnvel þegar menn eru að vinna þá geta menn líka verið í fríi, þannig líka þannig sko. Þannig að þetta þarf alltaf einhvern veginn að finnst mér að endurhugsa og þetta á svo sem líka við í einkageiranum. Maður hefur alveg heyrt að forstjóra stórfyrirtækja sé að gera upp eitthvað orlof. Að mínum að þetta er líka þvæla. Hálaunamenn taka sér bara frí eins og þeir þurfa og þeim er umbunað fyrir það að vera alltaf við tiltækir. Og það er algjörlega óásættanlegt og bara fásinna að mínu mati að menn sé að gera hér upp orlof 10 ár aftur í tíman fyrir þetta starf. Algjörlega frálegt. Hvað er þetta? Og ég bara hissa að heyra ekki í borgarfulltrúum eða núverandi borgarstjóra gera athugasemdir við þetta. Og ég veit ekki hvernig hann verður nú viðtal við þig og eftir hvernig hann tæklar þetta. Hvort hann gerir athugasemdir við þetta eða hvort hann ætlar að haga sínum málum með þessum hætti. Hvað hyggist þið gera eða bregðast eitthvað við þessu í borgarstjórninni? Ég var búin að gleyma, Stefán, ertu borgarstjóri? Ég var að borgarfulltrúi. Svona, þeir eru orðið svo margir ég man ekki hverju eru. Og eins ég segja þeir eru launaðir varaborgarfulltrúarnir. Við höfum alveg Hann hefur ekki orlofsdagana sína, maður sér það á brókunni. Þú getur ekki laugað okkur og þú ættir inn orlof. Innan borgarinnar sko, þannig að það sleppur allt saman til. Leið ég kom inn sko fyrir Hafnarfjall. Alltaf það ná í þig. Já, alltaf það ná í mig. Nei, ég meina við höfum alveg svona notið og það hefur svo sem alveg orðið umræða bæði í borgarstjórn eða í borgarráði og samfélagsmiðlum það hvernig til dæmis ýmis kostnaður fjalla á borgina í tengslum við þessi borgarstjóraskipti sem að eru sko með starfslokasamningum sem að manni finnst alltaf
manni finnst starfslokasamningar vera mjög, þetta allavega ekki svona í anda fyrirbærisins þegar að að ræða greiðslur sem að koma í tengslum við fyrirfram umsamin starfslok. En nú Dagur B. Þetta meðan að kannski hugsunin með starfslokagreiðslur svona upphaflega var svo að svona bæta fólki upp ef það var skyndileg óvænt breyting á högum meirihluta sprungu en til kosninga þar fram eftir götunum. Dagur B. Eggertsson ennþá einn af hæstlaunuðu embættismönnum borgarinnar. Hann formaður borgarráðs. Já, ég meina, eins og ég segja, hann náttúrulega enn í starfi, ég meina, það má alveg, ég ekki yfir launadeildinni, en það má alveg veltaði fyrir sér, að því að nú situr hann áfram sem borgarfulltrúi. Það kannski geta bara grynkað aðeins á þessum frídögum núna næstu vikur og mánuði. Það ekki góð spá samt. Ekki góð veðurspá. Ekki veðurspáin. Nei. Hún ekki hjálpa okkur. Langar til að og líka, og svo annað. Þó svo að það séu einhver réttindi sem þú séu greiðslur einhver sem hafi rétt á. Þá geta menn ekki heldur spilað sig eins og þessi algjörlega bundnir að því eða einhver fórnarlöp. Ég meina, það var forsetakosningar hér fyrir fáeinum vikum þar sem að Katrín Jakobsdóttir lýsti því yfir að hún ætlaði ekki að vera að þiggja hér starfsloka greiðslur á meðan hún var í kosningabaráttu. En lengdist ekki þá bara starfslokatíminn? Já, allavega kom fram, nei, ég held að starfslokatíminn starfslokatíminn er ákveðinn, þannig að hún og aðstoðarkona hennar afsöluðu sér þessum greiðslum. Það var ekkert það deilt að það er ekki rétt. Eða þetta væri ekki í samræmi við reglur en það var ekki góður bragur á því. Þú líka auglýst eftir peningum núna til að loka gatinu. Já, sem að mér finnst fínt, menn voru með miklar samsæriskenningar á netinu það að það væri verið að moka í þetta framboð af einhverjum kvótapeningum og ég veit ekki hvað og hvað, og svo kom það náttúrulega í ljós að eins og með stjórnmálastarfa á Íslandi upp til hópa, það rekið með því að selja fólki ljótar derhúfur og kaffisjóður og penna. Segðu mér þá, hver var hugmyndin samt með framboðinu? Var það hugmyndin að hefði hún náð kjöri að þá væri farið eftir á að herja á fyrirtæki og einstaklinga til þess að loka gatinu? Ég held að við sem að höfum staðið í kosningum oftar en einu sinni og oftar en tvisvar höfum við rekið okkur á það að hafa lagt upp með mjög fínt plan með fjáröflun og eyðsluramma og svo fer einhver kosningastjóri á taugum í síðustu vikunni og ákveður að prenta fleiri penna eða splæsa í fleiri auglýsingar. Þetta bara lífsins saga. Mér fannst þessi frétt nú frekar til marks bara svona staðfesting á stjórnarháttum frambjóðandans hingað til sem skilur ríkissjóð eftir með 100 milljarða halla og ætlast til að menn borgi fjármagni skuldirnar eftir. Ég held að það sé bara mjög fínt að þegar að það vill nú til að því að við erum nú komið með ansi stíf lög fjármál í tengslum við kosningar að við munum sjá bókhaldið hjá þessum frambjóðendum. Veistu hvað þetta stór hóla sem þau eru að moka í? Nei, ég held að ég þekki það ekki og ég held að hún sé nú ekki neitt ógnarstór. En þetta ekki eitthvað sem að frambjóðendur verða bara að borga sjálfur? Þetta endar á því. Ég ætla nú rétt að treysta því að hún fari nú ekki að setja kennitölunni í lögbirtingablaðið út af einhverjum 100.000 köllum í að klára leigu á einhverju kosningaskrifstofu eða kleinukaupum. Vonandi ekki, en mér fannst þessi frétt samt svona vakti athygli mína og er vonandi áminning til þeirra sem er í framboði að reisa sér ekki hurðar á sem öxl í þessum efnum og kannski líka ábending það hvernig þróun hefur verið hérna á Íslandi, hún hefur verið mjög hröð. Ég segi það því ég bara hef þekkt kosningabaráttu til áratuga
hversu mikið menn eru farin að velta í svona kosningabaráttum. En takk eftir líka kúltúrmunum. Við erum með sko í hverri viku fréttir af því að í Bandaríkjunum þá það að þessi og þessi frambjóðandi hafi náð að safna svona miklum peningum. Það bara sigur í sjálfu sér. Já, þetta eru bara íþróttafréttir. Þetta er eins og að fá hæstu verðlaunafjárhæðina í golfinu. Það er ekki langt í að þetta verði svona hérna. Hér á Íslandi, og þetta hefur alltaf, hér á Íslandi hefur náttúrulega kosningar og kosningabarátta, rekstur stjórnmálahreyfinga, þetta hefur alltaf kostað, en það hefur eins og þótt pingulítið svona dónalegt að tala það hvernig þessara peninga er aflað og jafnvel þótt bara best að pukrast með það. Þannig ég mér finnst það bara heiðarlegt og gott. Ánægður með að vera með þetta á Facebook. Bara fínt. Færum talið aðeins að lífslokunum, endalokun lífsins. Þú ert svona uppörvandi? Já, ég trú á framhaldslíf eftir dauðann, þannig að ég hef engar áhyggjur. Já, það virkar ekki hjá mér nema ég verið voppitinn, sem að fyrir forystumann í friðarhreyfingu, þetta kannski, já. Já, við getum nú gengið það við Sigríður. En nú hefur verið að breyta, menn þora ekki lengur að kalla kirkjugarða og það hefur verið að fjarlægja krossana úr merkjum kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæmis. Biskupinn yfir Íslandi segir að þetta sé bara gott nýtt logo, kannski ekkert verra heldur en gamla logoið sem er sjálfur Kross Kris. Hvernig eiga menn að fást við þetta? Getum við afmáð kristindóminn úr þessum grafreitum okkar 1000 ára aftur í tímann? Ég held að menn afmái hann nú ekki með því að skipta logo, en þetta er þetta sérstakt að heyra það, þú segir að biskupinn hafi verið sáttur við að, já það er rétt. Já, hún sagði bara að þetta væri flott nýja logoið. Flott nýja logoið. Sko það er áhugavert að rifja það upp, en þetta var mér sagt fyrir löngu, að elsta logo í heimi væri einmitt krossinn. Þetta er bara elsta logo í heimi. Og ég veit ekki hvað markaðsfræðingar myndu segja við því að henda svona logoið, sko, krossinn og Coca-Cola og henda honum svona fyrir róða, en þarna eru menn auðvitað að reyna að koma til móts við allan þann fjölda sem eru reyndar ekki margir, sem að gera einhver athugasemdir við það að vera bendlað við kristni. En sko, nú er þetta þannig í lögum að það eru lög kirkjugarða og það er sérstaklega ákvæði það hvernig þeir eru og það er ekki breytt. Þessu er ekki breytt nema með lagabreytingu og maður svona velti því fyrir sér akkur menn þá fara ekki kannski bara lengra og heimila öllum að reka svona grafreiti. Það þurfi ekki að vera bara með aðskilda grafreiti. Það eru reitir innan kirkjugarðana hér á höfuðborgarsvæðinu sem er óvígð mold, hvernig sem þú skilgreinir muninn þar á milli og hvernig þú tryggir að sú mold sé óvígð en önnur ekki. Einhver hljóta menn nú að læra á þessum 5 árum þarna upp í háskóla. Það skilti ég nú ekki fullyrða neitt um. En hvernig er þetta með ykkur ásatrúarmennina? Er ykkur óljótt að liggja í víðri kristinni mold eða hvernig? Ég veit hvernig þið viljið haga þessu, þið viljið auðvitað láta brenna ykkur á langskipi. Langskipum, en það heilbrigðiseftirlitið setur sig mjög á móti því í seinni tíð og það að verpa hauga, það þarf að fara í gegnum deiliskipulag, þannig að þetta er mjög erfitt. Sko, ég hef bara þannig málkennd að ég til dæmis tala alltaf Hólavallagarð, því að þar er engin kirkja. Við erum með við ýmsa sveitabæja á landinu erum við með heima grafreiti. Við erum ekki með heima kirkjugarð, það er bara barnamál. Svo var þetta náttúrulega tilfellið að aldir, í einhver 1000 ár, að þá héldum við okkur við þennan norræna sið að grafreiturinn var umhverfis kirkjuna og menn tók þetta svo alvarlega að þegar að kirkjan var færð úr stað að þá grófu menn upp heilu og hálfu kirkjugarðana og tóku þá með sér. Og fornleifafræðingar eru mikið að grúska við uppgrafna kirkjugarða í dag. En hefðu kannski ekki mikið við að vera á þessum öldum? Já, ég segi, mér fannst þetta mikilvægt, en strax þegar að Hólavallagarðurinn var tekinn í notkun og þá einhvern veginn áttuðu menn sig á því að þessi tenging væri nú ekki endilega nauðsynleg, en það var þá búið að flytja Víkurkirkju, dómkirkjan var komin og grafreitur annars staðar.
Já, ég neyjist þó til þess að tala Fossvogsgarð og mér hefur alltaf fundist dálítið skrítið að það sé talað Grafarvogskirkjugarð, þar sem enginn er kirkjan. Ég vil halda með þetta. Ef það er kirkja, þá sko, heiðin eða trúlaus, að þá truflar það mig ekkert að garður umhverfis kirkju sem kallaði kirkjugarður, en að kalla grafreit þar sem enginn er kirkjugarð, það særi málkennd mína. Og hvernig eigum við þá að fara með eins og Fossvoginn og Gufunesgarðinn sem hann nefnist? Já, eins og segi, við höfum við höfum bara Fossvogsgarð og Grafreiti, það er alveg ágætis mál. Annars er þetta... Grafreitur er reynda samkvæmt lögunum, það er reiturinn þar sem fólk er grafið. Annars er þetta áhugavert þegar maður er búin að heyra það eftir að við erum búin að hafa miklar áhyggjur af því að þessari útþenslustefnu Grafreita á höfuðborgarsvæðinu og Gufunesgarðurinn átti að vera löngu sprunginn og byrjaði að planta fólki upp í Úlfarsárdal. Ég var að hrella, upphaflega planið var að það átti að taka uppmoksturinn úr Vatnsmýrinni, Hlíðarendalóðinni, keyra með upp í Úlfarsfell og mynda þar jarðvegspúða. Ég var að hrella KR-vini mína, þeir eru sem sagt grafnir í valsmold með útsýni yfir framvöllin og en svo kemur það bara í ljós að einhvert best heppnaða dæmi þéttingu byggðar. Það er þarna eftir að fólk var að láta brenna sig í stórum stíl og kemur í ljós að það er hægt að planta 15-20 manns í umhverfis ömmu í gamla kirkjugarðinum. En hann hefur nú líka gengið endurnýja lífdaga Hólavallagarður, mikið notaður ábyggilega núna þegar menn eru farnir að láta brenna sig. Með þessu, einmitt, sem svo hugsa einhverjir út fyrir boxi, fyrir upptökuna, var ég nú að rifja það upp að það var Vigdís Hauksdóttir þegar hún var á þingi, þá var hún með fyrirspurn hvort það ætti ekki að taka upp sænsku leiðina, að stinga jarðneskum leifum fólks ofan í fljótandi köfnunarefni og hrista svo kistuna aðeins og þá var þetta bara fínn salli og þá er hægt að hirða úr þessu verðmæta málma og hvaðina. Bara hugsa út fyrir boxið. Ég sé að þú spenntur fyrir þessu. Já, þetta er svona nöturlegt áhugamál mitt. En ég hef ekki hins vegar, bara svo við haldið því til haga, ég hef ekki áhyggjur af því þú spurðir sko hvort að menn hafi áhyggjur af lógóinu sem slíku, krossinum eða kristindóminn. Ég hef ekki áhyggjur af því þótt að þessi svona breyting gengi í gegn eitthvað svoleiðis. Ég hef það mikla trú á þessu vörumerki sko. Er þetta ekki líka dálítið til marks það hvað við erum þrátt fyrir allt á fínum stað í okkar samfélagi að við séum að hafa áhyggjur af því hvort það sé kross eða fiskur eða laufblað sem logo hjá kirkjugörðunum. Þetta er svona pingu gúrkutíðar lykt af þessu. Ég held að það sé borðleggjandi allavega biskuparnir þrír sem að sitja á hólum í Skálholti og í Reykjavík verði kallað tres logos eftir þetta. Já. Heyrðu, en ég er hins vegar með eina lokaspurningu, örstutta til ykkar sem varðar pólitíkina í vetur. Hverju spáið þið með stjórnarsamstarfið? Mun stjórnin lifa af fram á næsta sumar eða klárast þetta núna jafnvel í beinni útsendingu einhvern tíðan í vetur? Ég hef sagt það svo oft, ég held að menn siti bara eins lengi og getið sko. Fram í september? Ég kannski ekki, það gæti nú verið snjallt að menn hugleiti það sko bursti frá öllu pælingum samstarf að færa kosningarnar eftir að vori sko. Já. En veturinn verður auðvitað bara því miður, því marki brendur að menn eru komnir í kosningaham algjörlega og ég sé það nú bara, menn ég sá bara þannig að flokkarnir farnir í fyrirtæki heimsóknir og... Þið er að kjósa nýjan formann, mögulega? Svo verður náttúrulega, svo er það auðvitað líka buffer í þessu. Við erum alltaf að kjósa nýjan formann, við erum með starfandi settan formann núna. Hann hefur ekki gefið út hvort hann ætla að gefa kosta sér aftur? Nei, en núna bara fyrramálið þá er flokksráðsfundur hjá okkur sem með sjó og þá reiknar maður nú með að það verði hægt að lesa dálítið í það hverjir gera sig breiða í ræðuhöldum. Það er alltaf svona pingu skemmtilegt þegar það kemur að svona flokkstofnana fundum svona þegar er komið á seinni hluta kjörtímabilsins og almennu kosningaumræða að byrja, þá situr maður kaffiskenginu og segir já, er þessi með þetta í maganum? Áhugavert. Hvort styður Guðmund Inga eða Svandísi til formennsku?
ég held að við fáum bara frábæran formann eins og við erum vön. Þetta var ekki svarið spurningunni, en aðalspurningi á þessi, heldur að stjórnin lifi veturinn af? Já, það held ég. Og ég ætla líka bara að, ég held að það sé bara miklu frekar til vinsældafallið í pólitíka að menn bara sinni þeim verkefnum sem að þeir eru í miðjum þessa stundina í staði fyrir að vera endalaust að krenka sér undan að þetta sé nú svo erfitt og þetta sé svo ómögulegt, þetta væri allt saman betra ef þetta væri einhvern veginn öðruvísi og með jafnvel farnir að stilla upp mögulegum eða ómögulegum stjórnarmynstrum eftir kosningar sem engin veit meira sé hvenær munu fara fram. Það kann ekki góð lukkast hér. Eitt vitum við að það styttist í kosningar. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Sigurður Andersen og Stefán Pálsson. Hér eftir örskamastund Einar Þorsteinsson, borgarstjórinn í Reykjavík. Ný kynslóð Toyota CHR. Hver lína skiptir máli. Toyota, förum lengra. Paulsen skiptur bílrúður. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bókaðu tíma á paulsen.is. Enski boltinn hefst í dag. Nún boltinn hjá þér. Komiði sæl að nýju. Hingað í hádegismóa kominn Einar Þorsteinsson. Í dag 16. ágúst og það þýðir að hann hefur verið borgarstjórinn í Reykjavík í slétta 7 mánuði. Velkominn. Takk fyrir kærlega. Hvernig tilfinning þetta? Þetta bara góð tilfinning. Þetta gott verkefni að fá að taka það sér. Borgin í mikilli umbreytingu, stækkar og vex og margar áskoranir. Þetta stórt hús og það víða að skúra í hornin. Þannig að það bara virkilega ánægilegt að fá að koma í þessa stöðu og láta gott að sér leiða. Var þetta rétt ákvörðun að taka ekki strax við borgarstjórastólnum, að fá tíma til þess að átta sig á kerfinu, setjast í borgarráð og annað þeim úr, eða hefur þurft að byrja að skúra út í hornin strax? Kjörtímabilið þó þessi 4 ár í svona borgarsamhengi, kjörtímabilið víða annar staðar í öðrum borgum víða heiminn eru 6 ár. Það þarf langan tíma til þess að knýja fram stóra kerfisbreytingar og ná árangri í eitthvað svona sem sést. Man getur sett ýmislegt í farveg en að sjá árangurinn að því kannski tekur lengri tíma. Þetta framboðsræða fyrir næstu kosningar? Nei, það langt í það. Nú ég bara á skóplunni. En ég held að það gagnast mér mjög vel að taka 18 mánuði sem formaður borgarráðs. Ég hafði aldrei setið sem borgarfulltrúi áður. Og það aldrei bratt að koma inn og axla mikla ábyrgð. Minn svona bakgrunnur í stjórnmálafræði og stjórnsýslufræðum kennir manni það að það er mikilvægt að þekkja verkefnin vel sem að maður að taka að sér, þekkja líka lykil starfsmenn og hafa skilning á þeim sem að þiggja þjónustuna og borga fyrir hana leið, greiða skatta og svona skilja dálítið verkefnið. Þetta stórt fyrirtæki, ef við getum orðað þannig. Þetta ekki mannaflsfrekasti vinnustöður landsins? Jú, líklega hann það. 8.000 starfsmenn cirka eða stöðugildi og enn fleiri starfsmenn í hlutastörfum og svona. Þannig að þetta viðamikið verkefni og ég held að svona sem stjórnandi þá sé mikilvægt að maður njóti trausts og það gerir maður með því að þekkja verkefnin og taka þau alvarlega. Staðinn fyrir að mæta inn og segja gerum þetta og þetta og fólk sem hefur unnið í þessu með mikla reynslu í áratugi kannski ber ekki virðingu fyrir svoleiðis stjórnmálamönnum eða framkvæmdastjórum. En eru þá embættismennirnir búin að húsvenja þig eins og sagt er? Já, ég vil ekki segja bara það að við eigum í mjög góðu samstarfi og þetta var niðurstaðan að skipta kjörtímabilinu með þessum hætti og ég ber bara mikla virðingu fyrir þessu verkefni og en ég notaði tíman vel. Undirbjó ýmislegt sem hefur þegar komist til framkvæmda núna leið og ég tók við og þannig að þetta hefur verið held ég nokkuð farsælt. En ég viðurkenni það alveg, ég hef alveg verið til í að taka stólinn strax í byrjun. Já, en þú ert líka fást við verkefni, auðvitað alltaf einhver fortíðarvandi rétt eins og framtíðarvandinn sem við erum að eiga og mér langar að fara hér yfir nokkur mál sem eru efst á baugi við höfum verið að fjalla eins og fleiri fjölmiðlar. Leikskólamálin eru þetta stór, hvíla á foreldrum
og öfum og ömmum og öllum, þú þekkir þetta, við höfum báðir verið í þessari stöðu. Eitt af þessum málum sem hafa komið upp á yfirborðið núna er þetta dæmalausa mál með Brákarborg, þar sem þið eru núna með verktaka í því að moka fleiri tonnum af sandi og möl og mold og torfi ofan af byggingu sem að þið fyrir ekki svo mörgum árum keyptuð á 826 milljónir og eru búin að setja 1300 milljónir í að breyta í leikskóla. Stóra spurningi sem að mér finnst ekki hafa fengið svar við í ljósi þess að þakið virtist við það að hrynja af skólanum er þessi: voru börnin á þessu leikskóla á einhverju tímapunkti í hættu? Ég fekk upplýsingar þetta í sumar og mitt viðbragð var að kalla alla heim úr sumarfríi af því að ég sá þessu, ég meina ef að burðarþol er ekki í lagi þá er fólk í hættu. Ég lít svo á. Það komu þarna 2 verkfræðiskýrslur strax það sem sýndu að burðarþolið var ekki í lagi og þá sem betur fer þá voru engin börn í skólanum leið og við sjáum eða fáum upplýsingar það að það séu einhverjar sprungur í veggjum og eitthvað svona, eitthvað sem gefur til kynna að það sé Burðar farnar að skekkjast? Já, það held ég reyndar hafi verið út af flotinu. Frábær verktaki. Já, sko, við bara fórum þetta strax, tókum þetta mjög alvarlega og það voru engin börn í leikskólanum á þeim tímapunkti. Þið bregðist vantarlega við með þeim hætti vegna þess að ykkur er ekki sama. Já, ég bara tek þetta mjög alvarlega. Þannig að börnunum og starfsfólki var stefnt í hættu með þessu sleifarlagi? Ég get ekki fullyrt það. Skýrslurnar bera það með sér að, sko, við megum ekki gleyma því að burðarþolið, það þarf að vera í lagi til þess að húsin standist í jarðskjálfta. Undanfarin ár hafa verið miklir jarðskjálftar á Íslandi núna hér tengdum Grindavík, þannig að húsið hefur sannarlega staðið af sér stóra skjálfta. Þannig að ég ætla ekkert að fullyrða það hvort að börnin hafi verið í hættu eða ekki og ég held reyndar að það hafi ekki verið þannig en ég ætla ekkert að fullyrða það. Ég vil bara að þetta sé byggt á, það er núna úttekt, ég talaði við innri endurskoðanda og sagði ég vil að þetta mál sé rannsakað frá öllum hliðum, bæði það hvernig staðið var að því að fara í þetta verkefni og hvernig verkefni var boðið út, hvort að þeir sem við erum að skipta við hafi einhvern veginn ekki tekið réttar ákvarðanir, hvernig eftirlitinu með verkefninu var háttað á hálfu borgarinnar, þannig að þetta er rannsókn inn á við en líka út á við og ef niðurstaðan er sú að þeir sem við erum að skipta við, verktakar eða hönnuðir eða aðrir hafi gert þarna mistök, af því að það hafa verið gert mistök, það er alveg klárt. Þá munum við leita skýringa og réttar okkar. Burðarþolsvinnan við þetta er af hálfu fyrirtæki sem heitir Arkamon. Ég get ekki betur síðan að það sé einsmanns fyrirtæki í Mosfellsbæ með árlega launagreiðslur svo lágar að það getur alla verið meira en höfstöðugildi. Hafið þið yfirsýn yfir það hverjir eru að reikna þessa hluti út og þetta varðar öryggi barnanna í borginni? Já, þetta er bara það sem við fáum hérna núna í fangið á þessu kjörtímabili og mín viðbrögður þau að fara strax í framkvæmdir, taka torfið af og létta á þakinu. Fyrsta viðbragð náttúrulega snýri mest að því líka að koma börnunum inn í annan leikskóla. Það tókst vel og á örfáum vikum var komin leikskóli fyrir 80 börn eða rúmlega það. Í Ármúlanum ekki endilega svona kræsilegasta umhverfi fyrir leikskóla en þó gladdi það mig að heyra það að viðbrögð foreldrarna voru þá með þegar þeir fóru þarna í skoðunarferð og þau sögðu þetta er miklu betra heldur en við bjuggumst við. Þetta er tímabundin ráðstöfun. En er þetta ekki auk þess bara hrikaleg meðferð á opinberu fé? Hefði ekki verið hægt að búa til rými fyrir þessi börn á þess að búa til einhverja monthöll þarna á Klessveginn? Nú ert þú að spyrja mig ákvörðun sem var tekin á síðasta kjörtímabili. Ég get bara svaraði Ég er að biðja að leggja mat á hana? Já, ég get bara svaraði með því hvað við erum að gera núna. Ég myndi ekki samþykkja að fara í svona aðgerð. Að kaupa gamalt hús fyrir háa fjárhæð og eyða síðan mjög miklum fjármunum í það að gera það upp. Skólinn er fallegur núna en hann því miður stenst ekki þær kröfur sem við gerum til byggingarna. Það sem ég hef lagt áherslu á er að kaupa forsmíðaðar, fallegar, tilbúnar einingar, einfalda leikskóla sem hægt er að koma upp með hraði, standast öll gæði og líftímagreiningar, efnisval og birtuskilyrði og börnunum líður vel og starfsfólki líka en eru ódýrir og við komum þeim hratt upp.
af því að við erum með biðlista eftir leikskólaplássum og við verðum að svara kalli borgarbúa, foreldrana hérna í borginni að koma börnunum í leikskóla og manna þá og laga leikskólavandann. Þetta eru mínar áherslur og þær hafa ráðið frá því að ég tók við. En þið getur litlu svarað hins vegar foreldrunum þessa dagana, foreldrar bíða með hjartað í buxunum yfir því hvað verði með úthlutanir á leikskólum, af hverju er borgin ekki með betri yfirsýn þannig að það séu rauntíma gögn það hvaða fjöldi kemst að, hvaða fjöldi er að hverfu skólunum annað þeimdu. Já, ég heldur reyndar að borgin sé með líklega bestu upplýsingagjöfuna þegar kemur að þessum svona stóra verkefni að úthluta börnum leikskólaplássi. Við opnum þarna stafrænt form leikskólareiknin sem var akkurat átt að svara þessu. Hann leysir ekki leikskólavandann, en hann veitir upplýsingar og ég heyri það frá foreldrum úr öðrum sveitarfélögum, meðal annars þínu sem býr í Garðabæ, að þetta er að gagnast mjög vel að þau eru að skoða býtu, hérna eru bara leikskóli, svona eru margir með þetta hennar skóla fyrsta vali og annað val og hvað eru mörg pláss til úthlutunar og allt þetta. Þannig að já, en yfirsýn við erum að setja upplýsingarnar á vefinn þannig að fólk þurfi ekki að vera að hringja niður í Reykjavíkurborg og spyrja og þar er einhver manneskja sem flettur upp í Excel-skjali og skoðar einhverja leikskóla, langt símtal og erfitt að ná inn og eitthvað svona. Þetta er búið. En hver er til þess meðalaldur leikskólabarna eða meðalaldur barna þegar þau eru komast fyrst inn á leikskóla í Reykjavík? Þetta eru gögn sem að ég held að fólk teldi nauðsynlegt að hafa við höndina. Já, meðalaldur, sko, þetta er svona leikur sem að flokkarnir í minnihlutanum. Þetta er kannski alltaf nýtt fyrir mann sem að kemur. Jú, þetta er ákveðin pólitískur leikur að miða við meðaltölin. Af því að það, sko, ég hef tekið eftir því að kollega mínir í borgarstjórn spyrja alltaf á ákveðnu tíma á vorin, rétt áður en úthlutunin farin. Nú er ég bara að spyrja hér. Já, ég veit það, en þá birtast einhverjar tölur. Fólk eignast börn og það er að reyna að átta sig á því hvenær get ég gert ráð fyrir því að koma barninu mínu inn á leikskóla. Og vandinn er sá, eins og þú þekkir, að fólk klárar fæðingarorlof og öll réttindi í þeim efnum og þarf enn að brúa jafnvel 1 ár í mjög mörgum tilvikum. Og þess vegna er þetta tölfræði sem skiptir máli bara þannig að fólk átti sig á því fyrir sjáleikan, já, til þess er leikskólareiknirinn til þess að sýna. Þess vegna er þetta ekki leikur. Nei, já, ég veit það, en mér þykir sko eitt við það að koma nýrinn í borgarmálin er að finna það á einskinni hvernig sko sumir stjórnmálamenn leika sér að því að ýkja vanda, búa til óánægju, búa til einhvern veginn stuðningsmenn fyrir sinn flokk til þess að róa og ótta foreldra. Ég sá það einhvern gjörning frá... Þetta er bara eðli stjórnmálana. Ég er ekki að spyrja hér fyrir hönd einhverja flokka. Ég er bara að segja... Ég veit það, þetta er eðli stjórnmálana. Ég verð að segja það að mér leiðist það eðli stjórnmálana. Ég er bara í því að reyna að leysa leikskólavanda. Við erum núna með sko pólitíska forystu fyrir því að forgangsraða fjármagni í uppbyggingu leikskólakerfisins og það hafa verið teknar ákvarðanir hér á undanförnum árum það að fara í stórfellt viðhaldsátak sem að fækkaði plássum tímabundið. Nú eru 350 pláss úti vegna þess að það hefur verið að gera við gamla leikskóla sem er ekki heilnæmir vegna raka og mygluvandamála. En þetta svarar ekki spurningun einar. En ég er með spurningu það, hversu gömul börnin eru þegar þau komast inn á leikskóla? Það eru foreldrar ungra barna. Ég er ekki með þær upplýsingar núna. Af hverju er borgin ekki með þær upplýsingar? Ekki frekar en önnur sveitarfélög sem eru núna, akkurat á þessum mánuði núna. Þú bendir bara einhverja aðra. Af hverju getur Helgi Grímsson með þennan her starfsmanna á skóla Ástæðan er sú að nú er verið að ráða inn á leikskólana. Það er gert eftir sumarvinnuna hjá skólafólki og sumir fara inn í starfsemi borgarinnar, leikskólana og aðra starfsemi. Það verið að ráða og reka fólk allt árið við því. Já, en þetta er nú bara verklagið hjá okkur og öðrum sveitarfélögum líka. Það þarf ekki að breyta því það? Já, sko, fyrst að þið hafið enga yfirsýn. Ef þú getur barið í pípuhatt og töfrað upp leikskólakennara, þá bara ert þú ráðinn hér í þessu viðtali. Það er bara ekki þannig. Við erum sko minn tilfinning er dálítið þessi. Við getum byggt 100 leikskóla eða 200 leikskóla í dag, en það myndi ekki leysa leikskólavandann. Og þetta er þetta flókna eðli þessa þjónustuþáttar í starfsemi borgarinnar. Okkur vantar starfsfólk. Og það gleddi mig mjög að sjá það núna í nýlegri yfirlýsingu hins opinbera þar sem að ríki og sveitarfélögin lýstu því yfir í aðdraganda kjarasamninga að sameiginlega ætluðu þau að fara í þá vinnu að endurskoða lagaumgjörð leikskólastigsins
með það að markmiði og alla umgjörð stigsins með það að markmiði að brúa saman bilið. Af því að þetta verkefni okkar sem samfélags. Sveitafélögin eiga erfitt með að ráða við þetta þegar það vantar starfsfólk, en þetta vantar alltaf fjármunni og Dagur B. Eggertsson og meirihlutin og allir flokkarnir hafa lofað því að leysa þennan vanda, kvispam, búm. Já, ég rosalega fegin því að hafa ekki lofað því að taka inn 12 mánaða börn inn í leikskólana í síðustu kosningum, vegna þess að ég hef við sitið í þínu sæti og spurt stjórnmálamenn nákvæmlega þessara spurninga. En þú veist ekki hvort að þú sért að taka inn 12 mánaða börn eða hvað, því að þið hafið ekki yfirsýn yfir þetta. Við vitum það, við erum ekki að taka inn 12 mánaða börn og þess vegna lofaði ég því ekki fyrir síðustu kosningar. Ég sagði bara við foreldra, herðu, reglurnar kveða það að 18 mánaða börn eiga að vera komin inn. Ég treysti mér til þess að standa við það, en ég ætla ekki að lofa ykkur að 12 mánaða börn fari inn vegna þess að ég gef ekki lofar sem ég get ekki staðið við. En finnst þér ásættanlegt að embættismennirnir þínir get ekki svarað þessu? Ef ég væri að reka fyrirtæki, verið forstjóri fyrirtæki og framkvæmdastjórarnir mínir gætu ekki svarað því hvernig þjónustu væri verið að veita eða hvernig hún kemi út, þá væri mér nú ekki alveg sama. Allt þetta spurningum á hvaða tímapunktu þú spyrð. Nei. Í september þegar við erum komið með starfsfólkið inn og við erum komið með börnin inn á leikskólana, þá sjáum við hversu mörg 3 og 4 ára börn að flytja sig á milli. En ertu að segja mér að skóla- og frístundasviðið ráði enga inn á leikskólana eftir ágústmánuð? Við erum að ráða allan ársins hring. Þar með hlýtur þetta að vera fljótandi. Stóra ráðningar tímabilið á þessum tíma ársins. Og þetta nú bara svona hjá Reykjavíkurborg og öllum öðrum sveitafélögum. Þetta ekki að breyta því? Ég skildi vel að þetta sé flókið, en svona það. En við erum stanslaust að reyna. Mér finnst þetta ekki flókið. Nei. Sá munurinn. Já, ég sko bara, kannski vantar aðeins meiri upplýsingar hjá þér til þess að skilja það hvernig þetta kerfi virkar. En allavega, bara bottom line þetta. Við erum með forgangsröðum fjármagni í leikskólamálin, bæði í uppbyggingu, í það húsnæðisins, í viðhald á því að ráðinn starfsfólkið beita nýjustu og öllum aðferðum sem við getum til þess að fjölga plássum en tryggja góða menntun. Og ekkert virkar? Jú, það virkar bara ágætlega. Við erum að vaxa og við erum að fjölga leikskólum á hverju einasta ári og það má ekki gleyma því að þetta ekki lögbundin þjónusta, en þetta lögheimil þjónusta sem mikil krafa úr samfélaginu. Og við höfum séð kostnaðarþátttöku foreldra fara úr 30% fyrir 20 árum niður fyrir 10% núna. Það önnur pólitísk umræða. Já, ég veit það, en hún hlýtur að vera hluti af því hvað það sem skiptir okkur máli sem samfélag. Ég tel það að atvinnulífið, ég fór nú á viðskiptaþing daginn og ég spurði salinn, stútfullur af fólki í jakkafötum, hver ykkar samfélagslega ábyrgð? Að ég vil breyta Viltu eitthvað samkeppni? Viltu fá eitthvað að við viljum fá, mín persónulega skoðun svo að við erum að fá, ég held að það sé alveg svigrúm fyrir það, að styrkja dagforeldrakerfið, að fá fyrirtæki inn í landinu til þess að sýna samfélagslega ábyrgð með að styðja við rekstur sjálfstætt rekinna skóla og útvega húsnæði, koma með nýjar hugmyndir. Ég meina þetta, það að sýna samfélagslega ábyrgð ekki bara að kaupa auglýsingu á íslenska landsliðsbúningin fyrir EM, takið þátt í því að með sveitafélögunum. Þetta áeggandi þeirra. Nú langar við til að ræða við starfsmannamál. Þau hafa verið í eldlínunni núna eftir að í ljós kom að Dagur B. Eggertsson þáði 10 milljónir króna í óuppgert orlof þegar hann lét af embætti. Frá því að tilkynnt að þú munir taka við á honum í byrjun janúar síðastliðnum og þar til að það gerðist liðu 589 dagar ef ég kann að telja rétt. Hvernig stendur á því að ekki var hægt að koma málum þannig fyrir að þessi 67 eða 9 orlofsdagar sem hann að fá greidda út í hönd með þessum hætti, ólíkt öðrum starfsmönnum, af hverju því ekki komið þannig fyrir? Hvers konar utanumhald þetta? Útskýru spurningunum vel, hvað hefur viljað sjá gerast? Það eru tæpir 600 dagar frá því að ljóst að borgarstjórinn sé að láta af embætti og þar til hann lætur af embætti. Var ekki hægt að koma manninum í frí? Þannig að borgarbúar þyrftu ekki að punga út 10 milljónum króna í þessa starfslokagreiðslu. Þú þarft bara að fá Dag B. Eggertsson aftur í viðtal og spyrja Þú ert framkvæmdastjóri borgarinnar. Já, ég ræð því ekki sem formaður borgarráðs hvenær Dagur B. Eggertsson fyrir frí. Hver tók ákvörðun að greiða þetta út með þessum hætti en að leysa það ekki með öðrum hætti?
Það bara mannauðssvið borgarinnar eins og alla og uppgjör við starfslok allra starfsmanna sem hætta hjá borginni. Það er búið að upplýsa það til dæmis hjá Samhengi að fyrningarfrestir og aðrir séu með allt öðru mótættur þessu. Þetta er algjörlega sértæk afgreiðsla á málefnum eins borgarstarfsmanns umfram aðra. Já, ég skal viðurkenna það, ég hrökk aðeins við þegar ég sá þessu upphæð. Óskaði þess vegna eftir svörum frá mannauðssviði það hvernig, hvort að þetta væri á skjön við almenna framkvæmd og hvort að þetta væri einhver svona sérstök afgreiðsla á þessu orlofi við starfslok og fættu þau svör að svo sé ekki. Þetta sé þvert á móti algjörlega í samræmi við framkvæmd við starfslok annarra starfsmanna. Ef að það kemur Samhengi... Stéttarfélögin segja að það sé þvert á móti þau hafa verið að höfða mál gegn bæði ríki og borg einmitt út af svona málum þar sem að allt er stál í stál. Þetta ekki bara... Þá kallar það bara á samtal milli borgarinnar og Samhengis og það er sjálfsagt að taka það og útskýra. En þú þarf bara að fá dag í viðtal til þess að... Munt þú hafa þennan hátt á þegar þú lætur á embætti? Nei, núna 1. maí tóku gildi reglur sem að samið var í kjarasamningum fyrir nokkrum árum sem að síðan var frestað að tækja gildi af hálfu ríkisins og sveitarfélagana. Meðal annars vegna COVID, þá voru settar skýrari reglur það að það veri ekki hægt að færa orlof milli ára nema veikindi væri að ræða fæðingarorlof eða sérstakar aðstæður á vinnustað og þá í samráði við yfirmann og þær reglur tóku gildi núna 1. maí. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að mitt orlof fyrnist bara. Ja, en menn geta fært orlofa milli ára, en þetta er áratugur aftur í tíma. Já, þú verður bara að spyrja Dag B. Eggertsson. En finnst þér þetta eðlilegt? Ég ætla ekkert að hafa skoðun á því. Þú ert æðsti embættismaður borgarinnar. Já, ég meina ef að framkvæmdin er rétt, ef þetta eru kjarasamningsbundin réttindi og aðrir sambærilegir önnur uppgjör hafa verið með sama hætti bæði hjá ríki og sveitarfélögum, þá er það var snúið fyrir mig að fara að ganga gegn þeim kjarasamningsbundnu réttindum. Í hans ráðningarbréfi er kveðið á það að uppgjör skuli fara fram með þessum hætti og þau svör sem ég fæ að það sé ekki frávik og þá er það þannig. Dag B. Eggertsson ræður sér nýjan aðstoðarmann í ársbyrjun í fyrra fyrir kosningastjóra Samfylkingarinnar í Reykjavík. Hún lætur á störfum samhliða hans brotthvarf úr borgarstjórastólnum þegar þú tekur við í janúar. Borgin gerir upp við hana 6 milljóna eingreiðslu í formi orlofsgreiðslu, óuppgers orlofs upp á 1574.000 og 3 mánaða biðlauna. Hvers konar meðferð er þetta á fjármunum borgarinnar? Er það eðlilegt að starfsmaður, einkaritari borgarstjórans sem að starfar þar í 12 mánuði sé leystur út með 6 milljóna eingreiðslu við brotthvarf hans úr stólnum? Já, ef að framkvæmdin er samkvæmt reglum og lögum, að þá er ekki tækifæri fyrir mig til þess að stíga inn í það. En ég er aðeins hugsað yfir því, nú er ég búinn að vera borgarstjóri í 7 mánuði. Borgarbúar eru örugglega mjög spenntir fyrir því að vita hvað þessi nýji gæi er að gera. Allar áskoranir sem við erum að glíma við í húsnæðismálum, samgöngumálum, fjármálunum og öllu þessu sem að ég er að berjast við. Nú ert þú harðskeyttur spyrill. Komdu með erfiðu spurningar það sem ég er að gera. Dag B. Eggertsson er ekki lengur borgarstjóri, aðstoðarmaður hans er ekki lengur í starfi. Þetta er mál sem brennur á borgarbúum og fólk er að fylgjast með borg sem að berst í bökkum fjárhagslega. Reksturinn gengur illa, það er hallarekstur viðvarandi árum saman. Það er ekki hægt að koma málum í eðlilegt horf meðal annars í leikskólamálum og ýmsum öðrum vettvangi og síðan horfir fólk upp á meðferð þessara fjármuna. Og ég held að til dæmis að þeir 1000 starfsmanna borgarinnar sem allir eru að horfa á þennan þátt, kannski vegna styttingar vinnuvikunnar, að þeir horfa á þessar tölur og segja, myndi ég fá sömu meðferð og hið augljósa svar er nei. Það sem starfsmannasvið borgarinnar reynir að halda fram til þess að verja fyrir borgarstjórn. Já, ég ætla ekki að sitja hér og setja mig í þá stöðu að vera að verja framkvæmd sem ég fekk aldrei inn á borð til mín, Borgarstjóri er ekki í einhverjum orlofsútreikningum fyrir alla starfsmenn borgarinnar. Það er ekki hans hlutverk. Þórdís Lóa svarar eins í mokkan og segir ég ætla ekki að tjá mig málefni eins tiltekins starfsmanns. Þetta er ekki starfsmaður á hólmi. Þú þarft bara að fá Dag B. Eggertsson í viðtal hér og spyrja hann þetta. Það færi vel á því. Við erum allavega búin að gera tilraun til þess að kalla eftir viðhorfið þínu í þessu. Já, ég kallaði bara eftir upplýsingum frá mannauðssviðinu til þess að spyrja. Þú ert sáttur við þau svör? Já, ég er sáttur við þau svör. Ég get ekki séð að þetta hafi farið á skjön við þá framkvæmd sem almennt er viðhöfð og byggir á kjarasamningsbundnum réttindum. Upphæðin er há, borgarstjóri er á háum launum
það er mikið frí sem tekið og ég meina auðvitað þetta lítur ekkit vel út. 10 milljónir, það há upphæð. Þetta hæstlaunaði embættismaður landsins. Hann tekur sömu laun og forsætisráðherrann. Þetta eru hæstlaunuðu menn. Ég heldur reyndar að það sé sú aftenging við laun forsætisráðherra var afnumin fyrir nokkrum árum þeirra. Hvað er þetta há upphæð núna? Borgarstjóri með 2,6 á mánuði. Og svo fyrir utan önnur viðvík og greiðslur? Já, stjórnarsetu, já, það bætist við. Förum í mál sem eru þér hugleikin. Þannig ég sko bara... Þá viltu halda áfram að ræða það? Nei, bara eftir sko að því að þú spurði, ég hérna aðeins hvernig verður þetta hjá þér, ég svaraði því ekki að því að við vorum hérna eitthvað að takast á. Sko ég hérna hef ákveðin skilning á því að borgarstjóri eigi erfitt með að taka sig frí. Ég fann það í sumar. Á meðan allir voru í frí þá var ég í vinnunni. Skráði nú samt daga það sem að ég var ekki með marga fundi og hérna en starf borgarstjórans dálítið þannig að hann alltaf á vaktinni og maður í símanum og tölvunni og ég held að svona almennt launafólk og stjórnendur upplifið það og þekki þetta skrítið að skrá sumarlegu staði. Ég held að ef menn farið við Facebook síður og ljósmyndabirtingar fyrir borgarstjórn að sjá menn að menn hafa alveg verið í sumarfríi þegar að fæði gafst að því. Nú eru þessar reglur í gildi sem tóku gildi 1. maí hjá ríki og sveitarfélögunum. Þannig ég, að því þú spurði hvernig verður þetta hjá þér, ég svona eiginlega fastlega gerir ráð fyrir því að mitt sumarfrí muni þá bara fyrnast hérna á þessu tímabili. Og við hljótum að vorkenna borgarstjórunum yfir þeim hræðilegu örlögum? Alls ekki, vegna þess að borgarstjórinn á bara fínu launum og ég hef takmarkaðan tíma hérna á þessu kjörtímabili til þess að ná árangri fyrir Reykvíkinga og ég bara hérna fagna því að fá þann tíma og ætla að nýta hann vel. Förum í húsnæðismálin í borginni. Það það sem brennur á fólki. Við sjáum að það verið að spá hækkandi fasteignaverði. Við erum líka að fá greiningar sem sýna að það verið að byggja minna heldur en æskilegt væri. Það eru mikil fyrirheit varðandi húsnæðismálin. Við höfum hér á fjölmiðlunum Morgunblaðinu fengið glærukynningar bæði frá innviðaráðuneyti og svo borgarstjóra ár eftir ár þar sem lofað tugum þúsunda íbúða en þær verða eiginlega aldrei til nema bara á glærum. Hvað eru þið að gera núna til þess að örva möguleika verktaka og eftir atvikum einstaklinga til þess að reisa íbúðarhúsnæði í borginni? Fyrir kosningar þá sagði ég það þarf bæði að þetta byggði áfram í kringum samgönguásanna, borgarlínu og hérna þannig og stofnbrautirnar þannig að það umferðingangi. Þau plön halda áfram. En svo sagði ég við þurfum líka að brjóta nýtt land og styrkja byggðina í úthverfunum og hérna upp á Kjalarnesi, Grafarvogi, Breiðholti, Ólafsárdal og allstaðar þar sem að við finnum bletti. Þetta þurfum við að gera. En eru þetta ekki pínur litlir blettir í þessum tilfellum? Nei, jú, en sko hluti af þeirri breytingu sem að Framsókn kemur með inn í þennan meirihluta að við viljum gera hvort tveggja. Við, sko eitt af mínum fyrstu verkefnum sem borgarstjóri, bara 2 vikum eftir ég tók við, þá vorum við komið með sérstakann hóp, svona, maður á aldrei að sletta en þetta svona task force, þar sem við drögum alla lykilaðila innan úr öllu kerfinu, setjum þá inn í herbergi og segjum hvar getum við byggt með hröðum, hætti, hvar getum við farið og nýtt innviðina vel, leikskólana og grunnskólana, vegakerfið, þar sem við þurfum, þetta svona þessi low hanging fruits. En tölur það sýna að það ekki að gerast? Jú, það eru akkurat að sýna það. Núna á síðasta ári, eftir að Seðlabankinn botnfrysti fasteignamarkaðinn, bæði gerði fólki ómögulegt að taka lán og verktökunum ómögulegt að taka framkvæmdalán, þannig að við sáum sko þvílíkt hrun í fjölda íbúða sem fór á stað. Nágrannssveitarfélögin, það hrundi allt hjá þeim, sem betur fyrr var hérna svona einhver dampur í Reykjavík. Það voru 690 nýjar íbúðir sem fóru í byggingu á síðasta ári og maður horfði á tölunar og hugsaði, þú veist, hvað er að gerast hérna? Ætlar Seðlabankinn í alvörunni að botnfrysta þennan markað sem verðbólguvaldur þegar fasteignaverðið hækkar, þá veltur það inn í verðbólguna og hann að reyna að berja niður verðbólguna. Sko, þetta talar ekki saman. Þannig að síðasta ári 699 íbúðir fóru á stað, á þessu ári erum við búin að jafna þá uppæð og það er helmingur ársins eftir. En verktakar kvarta undan því að það sé ekki nógu lóðum og það er verið að bjóða upp lóðir, það er líka borgin að selja lóðir fyrir mörg 100 milljónir eins og í Öskjuhlíð og annað í þeim túr. Eru þið ekki bara aðalgerandinn í því að pumpa upp verðið með því að það eru fáar íbúðir
íbúðalóðir í boði og svo kostar það hvítun á augunum að koma þeim verkefnum á stað. Þetta eru tværi spurningar eiginlega. Eru það 200.000 kall á fermetr? Já, þetta er eiginlega tvískipt. Annars vegar það að það sé ekki nægilegt magn á lóðum og hins spurningin er að það séu of dýrar. Fyrsta lagi, þá viljum við auka lóðaframboð og verkefni sem er að spretta upp úr átakshópnum aukna húsnæðisuppbyggingu, það er til dæmis að fjölga lóðum fyrir þessa minni verktaka meðalstóru sem er einmitt í samtökunum að Sigurðar Hannessonar, samtökum iðnaðarins, þar sem að stóru þróunarfélögin sem að kaupa þessa dýru reiti fyrir mörg hundruð íbúðir að kaupa, en félagsmenninir hans eru kannski aðeins minni og eru ekki að kaupa þessar lóðir á mörg hundruð milljónir. Þannig að það sem við erum að gera, það er algjörlega óþolandi að þetta sé orðin einhvers konar fjárfestingavara, en það er hugsanlega líka vegna lóðaskorts sem að hefur verið, en allt þetta er þetta svona dálítið flókið samhengi, en það sem við erum að gera núna er bara það að efna kosningaloforðin. Við erum í húsnæðisátaki upp í Grafarvogi, þar sem við erum að búa til lóðir í gegnum þennan nýja átakshóp sem er svona færibandi gegnum kerfið, hraðferði gegnum kerfið, að moka út litlum lóðum, selja þær strax, en við kvöðum Hvað er það margar íbúðir? Þarna í Grafarvogi cirka 500, svo er Breiðholtið og við erum að fara að byrja að greina það núna í september. Þetta verkefni hófst í febrúar, byrjun á þessu ári. Við erum að stefna það að koma þessum lóðum út í febrúar á næsta ári. Þannig á einu ári er búið að fara í gegnum greininguna á því hvar er hægt að byggja, samráði við íbúana, skipulagsferlið og koma þeim í sölu á einu ári og þetta er kraftaverk. Og þetta ætlum við að halda áfram að gera í öllum úthverfum borgarinnar samhliða því að þessar 1000 íbúða sem eru í skipulagsferli eða byggingu á þéttingarreitunum, samhliða borgarlínu og stofnbrautunum halda áfram að byggjast upp. Þetta er hrein viðbót og þetta er það sem að við komum með á borðinu, að leita fleiri leiða til þess að mæta fleiri verktökum og fleiri uppbyggingaraðilum til þess að byggja fleiri íbúðir, af því að okkur er að fjölga íbúðum í Reykjavík og þetta er algjört lykilatriði. Okkur að fjölga langt umfram þær mælingar og þær áætlanir sem að svæðisskipulagið gerir ráð fyrir. Í dag er það þannig Þú talar að þið séu í þessu átaki og að það sé botnfristu markaður hjá hinum sveitarfélögunum. Nei, þau eru að standa sig vel. Þau eru að standa sig eins vel og hægt er. Við sjáum það bara hvaða áhrif húsnæðisuppbygging getur haft á bókhald sveitarfélaga. Þegar sveitarfélagin fara í mikla uppbyggingu, þá er það fjárfestingakostnaður í innviðum, leik, grunnskólum, vegum og öllu sem til þarf og það reynir rosalega á fjármál sveitarfélagana. Hafnarfjörður og Kópavogur hafa til dæmis ítrekað kallað eftir því að vaxtarmörkin á grunni þessa svæðisskipulags séu útvíkuð. Þau vilja byggja ofar í byggðunum, en Reykjavíkurborg á grundvelli samkomulags það að það þurfi allir að samþykkja þetta, stendur í vegi fyrir því að þeir geti útvíkað byggingaland. Ég hef ekki fengið tillögu það að endur taka upp svæðisskipulagið inn á mitt borð á hálfu hinna sveitarfélagana sem við erum að... Ert þú opinn fyrir þeim möguleika að vaxtarmörkunum sé breytt í öðrum sveitarfélögum heldur en Reykjavík, sem að mér finnst nú bara persónulega að koma í Reykjavíkurborg bara alls ekkert við? Nei, ég ætla ekki að vera einhver púritan í þessu. Ég get vel skilið að það séu gild sjónarmið fyrir því að bæta við einhverju smá landi hér og smá landi þar til þess að styrkja byggð á einhverjum stað, alveg eins og við erum að gera í Grafarvogi. Þá erum við aðeins að bæta við byggðina. En finnst þér að koma Reykjavíkurborg við hvernig Kópavogur og Hafnarfjörður ráðstafa sínu byggingalag? Já, við vinnum þétt saman bæjarstjórarnir og borgarstjóri. En finnst þér að koma Reykjavíkurborg við? Já, ákveðnuleit og leið mér að útskýra það. Við erum núna vonandi að fara að undirrita nýjan samgöngusáttmála sem er eitt stærsta fjárfestingaverkefni, innviða fjárfestingaverkefni Íslandssögunnar. Þið eru að fara að endurskoða það allt, því að það er allt í klessu. Bíddu, rólegur. Gengur út á það að þróa höfuðborgarsvæðið þannig að við séum ekki öll föst í umferðinni. Hvað tala menn mikið það að við séum föst í umferðinni? Þetta er óþolandi og við erum að vaxa og ef við ætlum að halda einhverju svona, ef við ætlum að ná að vera með höfuðborgarsvæði sem er bara funkarandi, þá verðum við að byggja skynsamlega á skynsamlegum stöðum, gera alvöru borgarlínu eða hraðstrætó eða hvað sem við viljum kalla þetta. Þetta er aðalega bara vagn sem að flytur lifandi kjöt á milli borgarhluta og fungerar.
hraðar heldur en einkabílarnir. Þú ert sammála því að... Þess vegna gleður það mig að það sé sín borgarstjórana, bæjarstjórana á höfuðborgarsvæðinu að fara í þessa framkvæmd, en þá megum ekki gleyma því það verður að vera kunnahópur sem hefur aðgengi að þessum almenningssamgöngum og hjólastígunum og öllu þessu og búa til þennan kunnahóp. Það stangast eiginlega á sú sýn sem að þeir bæjarstjórar eru fylgjandi. Hún stangast aðeins á við það að útfæra vaxtamörkin mjög langt upp til fjalla. Af því að borgarlínan nær ekki þangað. Þið viljið bara byggja allt ofan í borgarlínu þannig að fólk getur labbað inn og út úr strætó og nánast úr hringkeslunni heim. Já, þetta dálítið svona, já. En horfðu bara á London og París. Hvar byggðist borgin þéttast upp? Það búið 12 milljónir manna í London. Ég bara taka bjánulegt dæmi, en kringum átnar. Af hverju? Af því að það bara flaut fólki á bátum og komst hratt á milli staða. Allar borgir, hægri menn, vinstri menn og miðjumenn út allan heim sem að glíma við vöxt, þau fara í svona prógram og það mjög gleðilegt að það sé samstaða þessa sýn hér á höfuðborgarsvæðinu. Að því sögðu, þá vil ég hraða húsnæðisuppbyggingu allstaðar í öllum sveitarfélögum af því að þetta sameiginlegt verkefni að tryggja fólki húsnæðisöryggi og þannig að með vaxtamörkin ég alveg til í svoleiðis samtal en það má ekki glata þessari sýn á það að borgin og höfuðborgarsvæðið sé svæði sem samkeppnishæft á alþjóðavettvangi að unga fólkið okkar vilji búa einna, það vilji frekar verja lífi sínu á Íslandi þar sem það kemst hratt á milli staða en sé ekki fast í umferð hálfa ævina. Það bara þetta snýst. Fólki vil búa í borgum þar sem það getur verið öruggt að sökin hrynji ekki við börnin þeirra á leikskólanum. Já. Borgarlínan, sem þú nefnir. Þið að tala höfuðborgarsáttmálann, samgöngusáttmálann. Við erum að sjá tölurnar varðandi brúna yfir Fossvog og annað. Þetta allt óraunhæft. Ég sagði þetta væri í klessu. Þetta í klessu vegna þess að það kemur í ljós að þessar framkvæmdir verða margfalt dýrari heldur en nokkurn óraði fyrir. Þurfum við ekki að endurskoða þetta allt, verður þetta ekki allt minni sniðum, verður þetta ekki allt taka miklu lengri tíma heldur en menn hafa lofað. Sko, nú erum við á þeim tímapunkti með samgöngusáttmálann að það styttist í undirritun. Það verður mikil vinna að endurreikna þessar áætlanir allar. Bygging, Almenningur, alveg miklu. Heyrir ekki eftir því hvernig þessi staða er. Nei, það styttist í þetta. Og áætlanir sem eru gerðar 2019, það sem ekki búið að teikna þessar brýr og götur og stokka og steina og göng og þetta þróast allt saman. Verðið hækkar og það verðbólga og byggingavísitalan hún hækkar og allt þetta breytist. Og ég auðvitað maður hugsi yfir þessum kostnaði, sjálfsögðu. En hvernig ætlum við að þróast í framtíðar höfuðborgarsvæðið? Það svo stærri spurning, ég bara spyrja, þessi áætlun sem að það sem þið að fara að undirrita núna, það sem þið að fara að undirrita núna, það gjörbreytt plagg með það sem teiknað var upp og borgarbúar hafa vitneskju núna. Ég ætla bara ekki að tjá mig það því að ég bundinn trúnaði. Varðandi samgöngumálin, við erum að spyrja okkar góðu fylgjendur og áhorfendur að því hvað brennur á þeim. Menn spyrja til þess út í flugvöllin og nýja flugstöðarbyggingu. Er alltaf blúsandi siglingu varðandi það að koma þeim málum í heila höfn? Það ríkisins að ákveða það hvort þau vilji nýja flugstöðarbyggingu eða ekki. Ég bara mun greiða fyrir því ef þau óska eftir því. Og þú ert fylgjandi því að völlunum verði þarna eitthvað áfram, allavega með við klárum þetta 300 ára eldgosatímabil á Reykjanesi? Að sjálfsögðu. Hann gegnir lykilhlutverki í innanlandssamgöngum, flugsamgöngum og sjúkraflugshlutverki afar mikilvægt. Þannig að hann verður þarna á meðan það ekki annar flugvöllur sem tekur við að hans hlutverki. Sú vinna í ákveðnu uppnámi út af þessum jarðhræringu þarna og hvassahraunið í einhverjum rannsóknum ennþá og svo kemur einhver skýrsla og þá þarf að taka einhver ákvörðun á að fara að setja peninga í það að byggja þarna með þeim áhættum og vega þetta og meta. Ég bara þeirra skoðunar að borg og flugvöllur geti átt samleið á meðan þetta svona. Það stöðvar ekki að uppbyggingu í kringum hann af því að við erum búin að greina þetta allt saman mjög vel og við tökum ekki ákvarðanir sem að skerða rekstraröryggi flugvallar eins og ég á í fínu samtali við Isavia þessi mál og reyndar hef teykt með aðeins til flugsamfélagsins líka af því að maður þarf að skilja það hvernig fólki líður. Þetta líka tilfinningamál og svona identitetsmál að hafa flugvöll í Reykjavík og flugsamfélagið á Íslandi bara mjög merkilegt samfélag. Við erum eyja og höfum reitt okkur á flugum áratugaskeið.
Þannig að hérna... Þegar Bretarnir vildu að Ólafur Thors borgaði þeim fyrir völlin þegar fóru, þá sagði hann þið getið hirt helvítis flugvöllin. Heyrðu, en ég er langur listi af málum sem að ég hefði viljað fara yfir. Ég bara fæ ekki meiri tíma til þess að ræða það við þig. Ég verða að taka þér loforð að koma hér aftur í vetur og þá getum við farið yfir málefni orkuveitunar, skuldabréfa útboð borgarinnar og hvaðina. Náðum frábærum viðsnúningi á síðasta ári, tókum við 16 milljarða halla, náðum 10 milljarða viðsnúningi á síðasta ári og erum vonandi að ná hallalausum rekstur af þessu. Það kallast ekki viðsnúningur fyrir en það er komið rétt augunmúlið. Já, þetta er einhver orðhengilsháttur en við erum bara með augun á boltanum. Góða helgi, Einar, þakka ég kærlega fyrir kominu spörsmál. Góða helgi. Þá er þessum fyrsta þætti spursmála eftir sumarfrí lokið. Við þökkum fyrir samfélgina og hlökkum til að sjá okkur hér að vikuliðinni þegar að Ásmundur Einar Daðason, barnamálaráðherra, kemur hér og ræðir okkur meðal annars grunnskólakerfið. Verið sæl.